Fyrsta spurningin okkar hljómar svona: hvaða eindir eru í frumeind og hvers konar rafhleðslu hafa þessar eindir? Hérna sjáum við mynd af frumeindalíkani eða atómi. Frumeind er sett saman úr kjarna. Í kjarnanum eru jákvætt hlaðnar róteindir sem eru hérna gular með svona plústákni og hlutlausar nifteindir sem eru hér táknaðar svona appelsínugular með engu tákni því að þær eru hlutlausar. Í kringum kjarnan sveima svo neikvætt hlaðnar rafeindir og þær eru hérna táknaðar gráar með litlum mínusum. Spurning nr. 2 hljómar svona: hvers konar rafhleðslu fær sá hlutur sem A. hefur of margar rafeindir og B. vantar rafeindir? Ef við kíkjum aðeins á myndin okkar aftur frá því svar nr. 1 að þá munið þið að rafeindirnar eru hérna litlu grákúlurnar sem eru táknaðar með mínus og þegar hlutur hefur fengið of margar svona rafeindir til sín þá segjum hann sé neikvætt hlaðinn. Það er ágætt að muna að of margir mínusar, það hlýtur að vera neikvætt. Mér finnst þetta fínt að nota sömu aðferð til þess að muna svarið við B-inu, að ef það vantar rafeindir, það þýðir að það vantar þessa mínusa, þá eru plúsarnir orðnir of margir og hleðslan er þá jákvæð. Þriðja spurningin: hvers vegna er frumeind í heild óhlaðin? Frumeind er búin til úr kjarnanum sem eru róteindir og nifteindir og í kringum kjarnan sveima rafeindir og fjöldi róteinda og rafeinda í einni frumeind er alltaf svo sami. Þannig að það eru jafnmargir plúsar og mínusar, þannig að við getum sagt að það er núllist út og eru þess vegna óhlaðnar. Spurning 4. Hvað gerist ef tveir hlutir koma nær hvor öðrum ef þeir hafa A. samskonar hleðslu og B. mismunandi hleðslu? Ef þeir hafa samskonar hleðslu, sem þýðir að þeir eru annarkvort báðir jákvætt hlaðnir eða báðir neikvætt hlaðnir, þá ýtast þeir í sundur frá hvor öðrum. Það er svarið við A-inu. Ef þeir hafa ólíkar hleðslur, jákvæða og neikvæða, þá dragast þeir saman. Þá var það spurning nr. 5. Nefndu dæmi stað sem er öruggur ef þrumuveður gengur yfir. Í myndbandinu sem við horfðum á í tímanum þá var útskýrt fyrir okkur hvers vegna bílar og flugvélar til dæmis eru öruggir staðir en hlutir úr málm leiða rafeindir mun betur en til dæmis loft, þannig að elding leitar frekar í gegnum bíl eða flugvél á leiðinni niður til jarðar heldur en beint í gegnum loftið. Rafeindirnar sem að mynda eldinguna komast þannig bara hratt og örugglega í gegnum málminn án þess að skaða okkur sem erum inn í honum. Sjötta spurning: hvers vegna ætti þú að forðast að vera úti á vatni í þrumuveðri? Þarna er mikilvægt að muna að elding fyrir alltaf stystu leið til jarðar. Þannig að ef við erum stödd á bát út á vatni að þá eru við orðin hæsti punkturinn í umhverfinu á leið eldingarinnar niður til jarðar. Númer 7. Hvernig virkar eldingavari? Hann virkar þannig að málmstöng er komið fyrir efst á húsi og úr málmstönginni leikur yfirleitt kóparvír. Kópar leiðir rafeindir mjög vel. Kóparvírinn er leiddur síðan niður í jörð í kóparplötu og rafeindirnar fara bara hérna
meðfram vírnum og beint niður til jarðar án þess að skaða nokkurn á leiðinni. Spurning nr. 8. Þú nutar uppblásinu blöðru við hárið á þér. Bæði blaðran og hárið verða rafhlaðin. Útskýrðu það sem gerist. Það sem gerist þegar blöðrun nuttað svona upp við hárið að þá tekur hún til sín auka rafeindir frá hárinu og þar sem hún komið of mikið af rafeindum og þá segir hún svo orðið neikvætt hlaðin. Hárið hefur misst rafeindirnar frá sér og er þess vegna orðið jákvætt hlaðið. Og við vitum að ólíkar hleðslur dragast hverju annari og það er akkurat það sem er að gerast hér. Númer 9. Útskýrðu það sem gerist þegar þrumur og eldingar verða. Flestar eldingar hlaupa á milli mismunandi hluta í einu og sama skýinu eða á milli tveggja skýja. Eldingar verða vegna þess að mismunandi hlutar skýs bera mismunandi hleðslur og þessar hleðslur, jákvæðar og neikvæðar, leitast við að jafna hver aðra út. Ský er oft neikvætt hlaðin neðan til og þá hrekur þessi hleðsla rafeindir á yfirborði jarðar undir skýjunum burt og yfirborðið þar verður þá jákvætt hlaðið. Þegar þetta gerist þá myndast spenna á milli skýsins og jarðarinnar og ef spennan verður nógu mikil að þá hlaupa rafeindir hérna frá skýinu niður til jarðarinnar og við sjáum eldingu birtast. Og að lokum er það spurning nr. 10. Þegar þú klæðir þig úr peysu geta smá neistar myndast og þú heyrir brakandi hljóð. Á hverju byggist þetta? Brakandi hljóðið og smá neistarnir eru vegna þess að við erum að heyra þegar að mismunandi hleðslur eru að leiðast við að jafna hver aðra út. Þegar við erum að fara í úr peysu og við drögum hann yfir hausinn og þá náttúrulega nuttast hann við hárið og rafeindirnar stökkva eitthvað svona til og ef að ákveðin spenna myndast að þá stökkva rafeindirnar aftur á milli og litlir neistar myndast og við heyrum smellina. Ég veit að skriftin er nú ekki upp á marga fiska, það er svolítið erfitt að krota á iPadin en ég vona að þið skiljið þetta nokkurn veginn.